Já, komið sæl og verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Anna Magdalena Mörtudóttir og er borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins og við ætlum hér að ræða málefni Strætó og hingað til mín eru komnir nokkrir gestir en það er svona ýmislegt sem að hefur verið hér í gangi í samfélaginu vegna COVID-verunar og ýmis þjónusta sem að hefur verið skert og þar með talið þjónusta Strætó. Og það eru margir sem að vinna heima frá sér núna og ekki eins margir sem eru að ferðast. En það er þó talsverður hópur sem að þarf að treysta ennþá á Strætó. En vegna minni tekna sem að Strætó var að fá og þá tóku þau upp það ráð að fækka ferðum hjá sér og tóku upp sem sagt svona laugardagsáætlun. Og það felur í sér að Strætó er á hálftíma fresti vagnarnir í staðinn fyrir að fara oftar og að vagnarnir byrja seinna á daginn en að Strætó ákvað sem sagt að hafa ferðir á morgnana en að byggja svona á þessari laugardagsáætlun samt sem að er í grunninn til þess í rauninni að bregðast við þessu tekjufalli. Og þetta er náttúrulega skert þjónusta og maður velti fyrir sér hvernig í rauninni fólk eigi að virða fjarlæga takmarkanir þegar það eru margir í vagnunum. Og hingað til mín er komin Daníel Örn, Laufey Ólafsdóttir og Embla Ragnheiðardóttir sem að öll hafa reynslu af því að ferðast með Strætó. Og við byrjum kannski á þér, Danni, að þú getur aðeins svona sagt mér frá því þegar þú varst að ferðast með Strætó og hvernig þetta virkaði á þig. Hvað var enginn í Strætó, nokkrir, eða hvernig svona skynjaðir þú þínar ferðir síðustu daga með vagninum? Já, Selveri, ég er mitt flott að byrja á mér að því það er mitt að hoppa í Strætó rétt bráðum, en þetta auðvitað eru færri, maður tekur alveg eftir að það eru færri í Strætó, en staðan er samt sem áður svo að á háannatíma að þá hef ég til dæmis tvisvar sem lent í því að telja fleiri en 20 inn í vagninum sem er náttúrulega brot á samkomubanni og það er bara ekki vinnandi vegur að halda 2 metra fjarlægð. En nú voru það að bæta við einhverjum vögnum á álagstímum, heyrði maður að Strætó væri að gera það? Já, ég lenti í svona síðast á laugardaginn og ég held að þau séu ekki að bæta við helgar, þannig að fólk þarf ennþá að fara í og úr vinnu og það er sérstaklega fólkið sem að getur ekki unnið heima sem að nýtir sér Strætó. Þannig að mér finnst þetta rosalega skökk viðbrögð við ástandinu sem er í dag. Já, maður hefur einmitt heyrt að það eigi að virða þessa 2 metra reglu en að það geti verið mjög flókið svona í ljósi þess að einmitt fyrir fólki sem að treystir algjörlega á Strætó í dag og við erum að tala einmitt þjónustu fyrirtæki sem á að vera til staðar fyrir fólki sem að þarf gjörsamlega að treysta á Strætó og Strætó hingað til hefur kannski ekki verið að sinna því þjónustu hlutverki og margir bara hreinlega gefist upp á Strætó og Embla, þú varst aðeins að segja mér frá þinni upplifun af Strætó svona fyrir tíma COVID og yfir höfuð. Hvernig, hver er þín reynsla? Það var þannig að börnin mín í skólaþjónustu Árbæjar og Breiðholts, það tekur 45 mínútur að fara að heiman frá mér í Árbæ og í Breiðholtsskóla. Þannig að ég hef bara frekar þurft að láta þau koma heim til að borða og senda það svo í leigubíl, eða ég þurfti. Og það var alls konar svona lítil atriði eins og ef það var bara til tannlæknis, þá tannréttingar, þá er það 2 tíma, hálftíma fresti Strætó. Þetta er náttúrulega, þetta er ekki boðlegt. Ef þú ert með börn, þá verður að hafa bíl. Eða láta þau taka frí heilan dag í skóla eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég bara gafst upp og er komin á bílarekstrarleigu eða eitthvað. Já. Þetta er svona, já. Nú náttúrulega líka Strætó en leið 16 sem að barnið mitt þarf að taka í skólann, þessa 2-3 daga, hún er ekki lengur.
þú veist, og börn í Ártúni, þau náttúrulega eru að taka leið 16 í Árbæjarskólanum sem unglingadeildin er. Það er ekki unglingadeild í Ártúni og það er bara strætó hætti bara að ganga. Leið 16 bara er ekki, Var hann lagður niður? bara lagði niður. Af því að þau eiga að labba, þú veist, alla leið í Ártún, þú veist, það er alveg, það liggur við að þau séu komin langleiðin eða þau sem búa lengst frá Ártúni. Þetta er 25 mínútur að labba í skólan, 30 mínútur, þú veist, frá þessum í Ártúni, eða labba í 20 mínútur stoppast, eða út á stoppstöð. Af því að strætó gengur ekki hverfi lengur, bara af því að leið 16 er ekki. Já, þetta er einmitt mikið breytt sko að strætóin er ekki eins mikið að fara inn í hverfin og milli hverfana og svona tengingarnar og maður hefur heyrt sko rosalega mikið samt sko að það séu flest heimili samt með stoppistöð nálægt heimilinu sínu og maður hugsar bara já, heyrðu, það er gott en það er kannski ekki strætóin sem að hentar mér eða hentar öllum fjölskyldum af því að svo þegar maður ætlar að fara að tala um tengingarnar og koma sér á millistaða að þá einmitt fer þetta oft að vera mjög flókið sko. Já, sko, ég get sagt frá tengingu í Ártúni, þú strætór á hálftíma fresti, þú kemur á miðbænum og getur ákveðið, já, ég þarf aftur að fara niður í bæ og hleypur upp til brúna og tekur strætó aftur niður. En að þú ert að koma úr hverfi og allra að fara í annað hverfi, þá þarf það að bíða í 25 mínútur eftir strætó upp í hverfi. Þú veist, það kemur alltaf úr hverfinu rétt áður en það kemur úr bænum. Þú veist, það er bara svona, það er eins og allt miðist við 101. Já, en takk. Var þessi strætó lagður niður, vagn númer 16? Já, það var bara út af þessu COVID, þú veist, strætó á hálftíma fresti og á laugardögum. Já. Og leið 16 bara gengur ekki helgar. Já. Barnið mitt var áður að heimsækja vini sínum helgar og taka strætó og núna náttúrulega er það bara, jú, hún getur alveg, en hún þarf að labba ansi langa leið frá Ártúni til vina síns í staðan fyrir að taka strætó sem stoppar ekkert allt of langt frá honum. Og mér finnst mjög lélegt að strætó sé hættur að ganga í hverfi af því að þá er eldra fólki sem var að nota strætó, þú veist, þau eru ekkert að fara að nota strætó af því að þau eru ekkert að fara að labba langa leiðir, þú veist. Og þú veist, það er ekkert rétt að strætó að stoppistöð sé nálægt öllum heimilum. Af því að, þú veist, þeir eru hættir að ganga í hverfin. Nákvæmlega. Og líka að það eigi að vera sko þjónustu fyrirtæki og einhvern veginn fyrstu viðbrögð hjá strætó í ljósi þess að þeir eru með, sjá fram á minnkandi tekjur, hafi verið einhvern veginn að skerða þjónustuna. Já, það hætti fólk frekar að taka strætó. Og það var náttúrulega ennþá minni tekjur og þá hækkaði verðið og þá þú veist, fara ennþá, ég meina, fjölskylda skreppur ekki bíó helgi með strætó, það er bara rándýrt. 5 manna fjölskylda, það kostar 5.000 kall að fara með í bíó fram og tilbaka. Nákvæmlega. Hvernig, Laufey, finnst þér strætómáli núna? Ertu búin að vera eitthvað í strætó síðustu daga eða getur þú verið bara gera flest allt heima frá þér eða hvernig blasir staðan við þér núna? Já, takk. Ég hef reyndar verið mest heima, þannig að ég hef ekki sjálf verið að taka strætó núna sem betur fer. En annað heimilisfólk hefur þurft að taka strætó og það er svona, já, sögurnar sem maður fær þar sérstaklega í sambandi við náttúrulega, þú veist, greiðsluna. Af því að við til dæmis notum miða og að það bara nýtist best af því að við erum mörg þannig að það er best að það sé bara einn og einn miði. En já, þannig að það er svolítið skrítið kerfið með það. Maður þarf víst að setja, sumir bílstjórarnir segja mann að setja miðan bara í sæti þarna af því að það er náttúrulega girt af þarna fremsti parturinn af vagninum. Og til dæmis að taka skiptimiða, fólk áttar sig ekki á því já, það er náttúrulega bara, já, ég hef mjög sagt að það væri bara, já, það er ekkert verið að gefa skiptimiða, en svo vorum við að lesa þarna einhverjar reglur inni á strætó.is og þá er það eitthvað,
víst einhver tilfæring á því. En en sem sagt, þetta eitthvað sem fólk áttar sig ekki á og náttúrulega bara, ég til dæmis persónulega hef aldrei getað notað strætóappið því að síminn minn sem ég var með, hann bara vildi ekki sjá þetta app og neitaði að downloada því. Þannig ég hef ekki komist inn að nota þetta app. Ég er komið með annan síma núna, þannig ég kannski reyni aftur. En þú veist, þetta er náttúrulega svona hálfgert ólán og það er bara eins og hún Embla var að segja á hana, það er náttúrulega bara rándýrt að fara í strætó, það er eiginlega alveg sama hvernig maður borgar. Það er bara dýrt og svo ég tala nú ekki að maður ætlar að fara út á land með strætó, það er líka bara rándýrt, þannig að eins og fólk eins og ég sem er bara bíllaus og það er, þú veist, við erum ekki að fara í ferðalög eða þú veist, skreppa í bústað eða skreppa, þú veist, heimsækja fjölskyldu út á landi. Það er alveg rosa fyrirtæki að ferðast með almenningssamgöngum út á land, til dæmis. Þannig að og þetta væri strax miklu auðveldra ef að bæði sko tengingarnar væru betri og og bara að það væri ódýrara. Þannig að þetta er rándýrt sérstaklega að vera mörg, einmitt eins og Embla var að benda á. Og maður hefur líka verið að sjá sko eins og Workclass er til dæmis að bregðast við því að það er verið að loka núna eins og líkamsræktarstöðvum, þannig að þau ætla að bæta sem sagt viðskiptavinum upp tapið í rauninni og þeim sem hafa verið að kaupa kort og bæta bara tíman aftan við kortið. Og þannig að maður hugsa líka kannski hvað fólki sem hefur verið að kaupa áskort og hálfsárskort í strætó og einhvern veginn sjá ekki fram á að geta nýtt þetta kort. Og er það ekki eðlilegt að strætó myndi kannski hoppa inn í stöðuna og segja bara já, þú veist, þið þurfum ekki að hafa áhyggjur, við munum lengja kortið allavega, þannig að tíminn sem að þið hafi fjárfest í að keypt, þú veist, þið muni alveg geta nýtt kortið áfram, þú veist, það er ekki að fara að renna út. Og svo líka er verið að hvetja alla til þess að nota appið, hvetja sem flesta til þess að nota strætóappið, en það er kannski ekkert allir sem eru með það og ég var til dæmis að aðstoða mömmu mína við að fá appið í símann og hún er ekkert mikið eitthvað svona í símanum og svoleiðis og hún er á örorkubótum og kaupir alltaf bara afsláttarmiða og er með bara miða í strætó. Og þannig ég var að fara með henni í gegnum ferlið, bara varðandi appið og segja henni svona, já, svo bara veifaru símanum og þannig að vagnstjórinn sjái og var að segja henni svona frá þessu breytta ferli og þessi upplýsingagjöf færa miklu leyti fram í gegnum heimasíða strætó. Þú veist, þó að sé náttúrulega búið að líma einhverja tilkynningar upp, svona hér og þar kannski á vagnunum, að þá er þetta rosalega mikið í gegnum netið þar sem það er verið að láta vita af svona breyttu greiðslukerfi og formi eins og varðandi skiptimiða og að það sé ekki lengur í gildi og hvernig þetta virkar. En það er ekkert allir sem að kannski lesa endilega allt á netinu og eru meðvitaðir að þar fari upplýsingagjöfin fram. Þannig að maður velti líka fyrir sér bara varðandi kannski börn í þessari stöðu sem eru mikið að ferðast kannski ein núna einhverju hluta vegna og kannski get ekki náði helstu upplýsingarnar og svoleiðis. Þannig að þetta er ýmislegt varðandi svona upplýsingagjöf sem að þyrfti líka að bæta, held ég. Já, Embla, hvað það er sem ég þarf að segja, það með appið, það er 2 sinnum dýrara fyrir öryrkja að nota appið heldur en að nota strætómiða. Ég held að strætómiði sé eitthvað 100 kall, en appið er 240 ferðin. Og svo líka með appið, það voru börn í fimmleikum áður en þetta byrjaði allt. Og vinur dóttur minnar, hann var með app í símanum og hann náði ekki að virkja það. Þú veist, þannig að bara strætóstjórinn neitaði að taka hleypunum inn. Þannig að, þú veist, þetta var rétt fyrir 9, þannig að þau gengu heim frá fylkisseliðan í Norðlingaholti og hingað. Bara, þú veist, hann bara, og það er nefnilega, þú veist, það er fáránlegt að krefjast þess, eða segja alltaf því þegar ég nota app og svo virkar það bara ekki alltaf hjá börnum. Þú veist, þetta er bara svona, já, mér finnst þetta ekki í lagi, sko, þeir hafa ekki leyfi til að krefjast þess að fólk sé að nota app þegar það er svona óöruggt, sérstaklega hjá börnum.
búin. Einmitt, já. Ég er alveg sammála líka þegar þetta með, maður hefði haldið að það væri einhver svona almenn stefna kannski að börn fengja með þetta njóta vafans. Þetta var 10 ára barn. Já. Já. Þeir eru bara mjög strangir með svona greiðslur, en mér finnst einmitt að það eigi að sýna sveigjanleika svona bara eiginlega alltaf, af því að þetta er náttúrulega fyrirtæki í almenna eigu og mér finnst nú almennt bara ef að fólk er í einhverjum vandræðum að það eigi bara einmitt sýna sveigjanleika og sérstaklega náttúrulega í ástandinu eins og núna. Ég var nú bara að frétta af því í gær að það var einn sem tók strætó og það var sem sagt einhverjum vísað frá af því að síminn hans var sem sagt bara rafmagnslaus og strætóbílstjórinn bara vísaði honum frá. Þannig að mér finnst þetta eiginlega bara óboðlegt í og eins og ég segi, sérstaklega í þessum aðstæðum þá er það eiginlega bara, já, og fyrir nú utan það að sko mín skoðun er svo að þeir hefðu náttúrulega átt að bara hafa frítt í strætó undir þessum ástæðum, þú veist, þegar þjónustan er skert og allt það, þá er náttúrulega bara fáránlegt að fólk þurfa að borga fullt gjald og að það sé gengið hart á eftir gjaldi, það er náttúrulega bara hneyksli ofan á annað hneyksli. En já. Maður veltir líka fyrir sér hvort þetta gæti jafnvel ekki verið bara álag á bílstjóra að þurfa að vera að fylgja þessu eftir. Það er nógu mikið að vera mitt í þessari framlínu. Að vera að keyra dagstaglega gæti maður trúað og að þurfa að fylgja þessu eftir eins og ég heyrði mitt að manneskja sem var í strætó hafi fengið þau skilaboð að sitja strætó meðan bara á sæti, en svo les maður að heimasíðu strætó að það eigi að vera einhver baukur eða eitthvað svoleiðis að hann sé í vagninum einhvers staðar í miðjunni, en svo kannaðist manneskjan ekkert við það. Þannig að þetta er svona dálítið svona útfærslu atriði sem að kannski mætti útfæra betur í þessu ástandi svo allir séu öruggir og að sé pottið þá verið að virða öll þessi fjarlæga takmörk og allir séu öruggir og þetta sé með ekkert svona stress í kringum það að fara inn í strætó og þetta er orðið álag fyrir í rauninni alla að þurfa að fylgja þessu eftir. Já, manni finnst líka bara fyrst að verið að taka við greiðslu og öðru á annar borð þá náttúrulega bara á að vera, ljóst hvernig á að ganga frá þessari greiðslu og eins og með skiptimiðana og þetta. Það er ekkert nóg bara að hvetja alla til þess að nota appið, ég meina það bara er ekkert allir, eins og við vorum að tala áðan, að það er ekkert allir með réttan búnað til þess að hafa þetta app, þannig að það er náttúrulega bara, þó allir séu hvattir til þess, það breytir ekkert því að sumir bara geta ekki haft það. Þannig að... Og líka, af hverju er dýrara fyrir öryrkja og ellilífeyris þegar að nota appið heldur en að kaupa strætó með það? Þú veist, mér finnst líka fáránlegt að strætó með það, þú veist, það sé svona rosalega lítill afsláttur á að nota strætó með það frá almennu gjaldi. Já. Er það ekki 450 krónur sem að verðgildi strætó með og almennt fargjaldi 480? Það munar 15 krónum á hverjum miða. Það er bara, þú veist, og þetta er þetta tvöfalt gjald sem öryrkjar og ellilífeyris þegar borga af því að þeir geta fengið mjög ódýra strætó með það. Og mér dettur ekki í hug að nota strætó og borga með appinu. Ég veit ekki að vera sama verði í appi og miðum. Það er 240 krónur strætó fyrir held ég fyrir aldraða og öryrkja. Ég var að kíkja og mér fannst það. Þannig að það er tvöfalt dýrara heldur en ég held að verðgildi strætó með að sé eitthvað 100 kall. Já, meinar. Fyrir ellilífeyris og öryrkja, eða rúmlega 100, þú veist. Fyrir utan það, þetta er einmitt 15 krónur í afslátt, þetta er bara brandari. Það er allavega á fullorðinsmiðunum sko, sem bara hefðbundnu. Það eru náttúrulega gjaldi hvað 390, 400 og, hvað kostar eftir í strætó? 480? Já, 480. Ég held þú borgir sko 465 fyrir hvern strætó með, þannig að
Þetta alveg slatti. Það kostar rúmlega 9.000 krónur, svona 20 miðar. Mm. En hvað myndi fá þig, Embla, til að treysta aftur á strætó og fara að nota strætó aftur? Hvað myndi þurfa að breytast? Sko, ég náttúrulega skila bílnum í júní og ég veit ekki hvort ég get haft börnin áfram í skólahljómsveitinni. Mér finnst mjög astnalegt að hafa skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts þegar það er ekki, þú veist, séðum samgöngur á milli hverfa. Ég meina, tólfan gekk í gegnum Árbæjar einu sinni. Núna fer hún bara í hana hjá Árbæjarsafni og, þú veist, þetta var betra. Það er bara alltaf verið að taka meira og meira þjónustu, minnka. Þú veist, þannig að nú þurfa börn að taka 2 strætó og hlaupa undir brúna eða bíða einhvern tíma ef þau fara allir inn í Ártún. Þú veist, hlaupa undir brúna í Árbæjarsafni. Og það er ekkert gott með að hljóðfæra á bakinu, þú veist, í roki og rigningu. Einmitt, já. Og þú veist, ég bara hugsi, ég veit ekki hvort ég get haft þetta áfram. Þú veist, ég var með bíl í láni oft í fyrra, einhverja daga í viku. Og ég bara, þetta er ekki hægt. Ég get þetta ekki á strætó. Nei. Ég bara ekki hægt. Þetta er náttúrulega eitt af því sem stendur oft í vegi fyrir að fólk geti haft börnin sín í tómstundum. Þannig að þegar þau eru bíllaus og eru kannski með mörg börn sem eru of lítil til þess að fara sjálf í strætó, þá getur þetta náttúrulega oft verið fyrirstaða vegna þess að þú veist, bæði það tekur náttúrulega langan tíma, þú veist, að sækja barnið á strætó og fara með það í tómstundir. Og einmitt líka þetta að sko strætóin virðist einhvern veginn ekkert vera stólaður inn á að sko fólk komist almennilega á staði þar sem að fólk sem tekur strætó til dæmis eins og nálægt tómstundum barna. Það er, ég bara tek dæmi sem hérna í Laugardalnum. Það var einu svona strætó sem fór þarna niður alveg að þarna eins og hjá Húsdýragarðinum og þar sem er líka þarna skautahöllin og Laugardalshöllin og það, en hann hvarf úr hverfinu þarna fyrir, þú veist, reyndar löngu síðan sko. Og ég til dæmis þegar að mín börn voru að æfa niður í Laugardal, manni leið ekkert voðalega vel oft að, þú veist, þegar þau voru ein á kvöldin, sérstaklega dóttir mín, þú veist, þegar hún var unglingur, 12-13 ára og þurfti að labba sem frá Suðurlandsbrautinni og í gegnum þarna, þú veist, niður einhverja svona tröð það sem að var ekkert upplýst eða neitt, þú veist, seint á kvöldin eða mjög snemma á morgnana helgar og þú veist, það er ýmislegt svona sem að bara er gríðarlega vanhugsað í sambandi við strætó og einmitt börn eða, þú veist, fólk í viðkomum hópum sem að þarf kannski að labba einmitt óupplýstar leiðir, einhverjar traðir og eitthvað svona til að komast. Það er náttúrulega bara mjög slæmt og þetta einmitt strætó sé nálagt öllum alls þar sem fólk býr, það er náttúrulega bara ekki rétt. Ég meina, ég til dæmis þarf að labba, það tekur mig eitthvað hátt í 10 mínútur næsta stoppistöð og ég einmitt hef mjög oft gefist upp á að nota strætó, það er kannski, og sérstaklega eins og þú veist, þegar það er þetta langt á milli leiða, milli ferða segi ég, þá einmitt, þú veist, ef þú hleypur og ert kannski alveg að missa strætó og missir á honum, þá ertu að bíða í hálftíma. Þetta er náttúrulega ekki boðlegt kerfi, bara einfaldlega og mjög erfitt að stóla á það og þú veist, ef þú missir af þá ertu hálftíma seinn. Þannig að þú veist, þú veist, ef þú þarft að mæta í vinnu til dæmis eða eitthvað svoleiðis, það hefur alveg verið komið fyrir mjög oft, sérstaklega þegar þú ert bara bíllaus, að maður þarf að taka leigubíl af því að það annarkvort er ekki strætó eða bara að það er, þú veist, tími bara passa ekki saman leiðir, þannig að það er, þú veist, og líka bara þetta er dýrt, þannig að það getur oft bara, ef við erum mörg saman til dæmis, að það getur, þú veist, það munar það litlu á að taka strætó og að taka leigubíl, þannig að það er ýmislegt svona, þannig að ég bara strætókerfið, það er ekki að gera það sem það á að vera að gera, sem er að halda uppi góðum samgöngum í borginni.
Og svo verður strætó ekki halda að fólk byrja að vinna fyrir klukkan 10 á sunnudögum eða þurfa að vera komið á einhverja staði fyrir klukkan 10 á sunnudögum til dæmis. Akkurat. Nei. Það var samt á tímabili klukkan 12 á sunnudögum. Ég man eftir því. Já, var það ekki 1 ár? Ég man eftir því, já. Það var spennandi tími. Það var mjög spennandi, það er alveg bara eins og þegar fólk að fara í messu eða eitthvað svo leiðis, þá það er bara ekki hægt ef að það er eins og kaþólika, það þarf að taka strætó oft og það bara var ekki í boði. Þetta ár. Ég var ofta að taka helgavaktir á Serrano og opna. Þannig maður þurfti að vera mættur, það bara labbaði. En það er kannski ekki gaman í vondu veðri og svona. Dóttir mín er aðra hverja helgjavakt frá 8 til 8 í Æsland, Engihjalla, hún býr í Vesturbænum og hún hefur bara formlegt leyfi til að, mæta klukkan 10:30, þó hún sé ráðin frá klukkan 8. Það er bara ekki hægt, nema einhver, sjá leiðin og sækjana, það er mjög sjaldgæft að það gerist. Já. Þannig, þetta verður áhrif að vinna hjá henni. Já, ég myndi líka vaktavinnu, fólk á spítölum. Ég er ekki vaktaskipti á morgnana. En svo held ég að vinnuveitendur eigi að bera ábyrgð á að koma manni til starfa ef að maður getur ekki sjálfur komið sér í vinnuna. En þetta er einmitt, af hverju er ekki bara samgöngur á þeim tíma sem að fólk þarf að koma sér á milli staða, einmitt. Við vinnum líka hana. Já, hún fær líklega að borga fyrir þessa 2 tíma í staðan fyrir að sé að verða að borga leigubíl fyrir hana. Já. En á sama tíma á það að vera að hvetja til þess að við einmitt nýtum samgöngur þegar við getum. Á sama tíma á við virðum fjarlægðartakmark, þá finnst mann þetta mjög kaldhæðið hjá strætó að sjá einmitt við minnum við auglýsingu einmitt frá þeim sem var samkomubann, ekki samgöngubann. Og ég sá þessa gulu auglýsingu frá strætó á sama tíma það vera að fækka ferðum. Þannig að þetta er ekki alveg rétt í skilaboðin. Nei, alveg þjappið ykkur saman, af því þið eruð færri, endilega þjappa saman. En virðið samt takmörkin, en samt ætlum að fækka ferðum, en samt eigi að nota strætó, af því við erum að missa tekjur. Já, það var bara eins og þið sögðuð því, það á bara að fella niður gjaldið, af því að þetta er einmitt allt mikið álag fyrir vagnstjórana að fylgjast með allir borgi og einmitt líka að hafa fyrir því að vera að finna þessi upp og bara geta ekki sýnt kortið og eitthvað. Já, það bara fella niður gjald á meðan þessuna og framlengja mitt strætó árskortunum. Já. Eins og, bara eiginlega, mér finnst það eiginlega bara eitt að vera svoleiðis. Ég held að þetta sé mjög góður lokapunktur. Ég vil þakka ykkur, Embla og Laufey, kærlega fyrir komuna og hann hljóp út í strætó. Takk fyrir.